Bæði 3-1 ytra. Og það eru gestirnir sem að byrja með boltan. Og þetta skiptir miklu máli fyrir Stjörnustúlkur að halda markinu hreinu heima. Það eru auðvitað sömu reglur, engin riðlakeppni í meistaradeild kvenna. Það er útsláttakeppni. 32 liða úrslitin hefjast hér með. Þetta er síðasti leikur kvöldsins og svo svissneska búin að flauta þetta á. Það eru Svetsa stúlkur sem að byrja með boltan. Stjarnan er að spila leikkerfið 4-3-3. Írun Ara og Anna María Baldurs er í bakvörðunum í hjarta varnarnar Anna Björk Kristjáns og Glódís Perla. Ásgerður Baldurs kemur fyrir framan þær og við hliðin á henni koma Kristrún Kristjánsdóttir og Sigrún Ella. Á köntunum Elva Friðjóns hægra megin og Marta Karisimi vinstra megin og svo eru þetta Harpa fremst. Hér eru þær rússnesku. Hér er Andrusjak í baráttunni. Hún er öflug hérna á miðjunni. Tjenko nr. 5. Sjáum hana hér, kemur frá Kamerún. Á fjölmarga landsleiki fyrir þjóð sína. Og hér missaði boltan. Það er vinnan hérna aftur. Ásgerður missar á honum en kemur ekki að sök. Stjörnustúlkur vinna boltan hérna. Og Anna Björk hérna sem að fær boltan frá Glódísi. Og löng sending hérna fram völlin. Þetta er fín sending hérna inn fyrir vörnina. Og hvað? Fyrsta hornspyrna leiksins. Ágætlega gert hjá Stjörnustúlkum. Harpa Þorsteinsdóttir hérna í baráttunni en það er rússnesku koma þessu aftur fyrir. Þá var að verki Ljubov Kibatkova. Þá kemur fyrirliðin á vettvang. Ásgerður Stefania Baldursdóttir sem er búin að lyfta 2 titlum. Það sem að vera á tímabili. Íslandsmeistaratitill og byggar. Taka þetta stutt hérna, einhver útfærsla. Ásgerður fær boltan inn aftur og svo með sendinguna með fram í jörunni. Þær koma þessi í burtu. Og það er Kristrún. Skynsamlega gert, kemur henni tilbaka á Önnu Maríu en þessi sending ekki nálagt samherja. Svo slófa fyrir liði. Þá Tjenko. Tjenko flengir honum hérna upp gerfugrasið og ekki spurning þarna. Kristrún komin hann tilbaka og aðstóðar. Sjáum stóra og stæðilega Sandra Sigurðardóttir á milli stangana hjá Stjörnunni. Gríðarlega leikreind, búin að vera lengi á Stjörnunni, lék auðvitað áður með Þór Káa. Hér kemur sendingin upp hægra megin, náðar þessu. Rétt svo, halda boltanum í leik en hún gat nú ekki mikið gert við þetta. Darja Makarenko sem að koma þarna úr bakvarðarstöðunni. Missar þarna boltan í gegnum sig, Lazareva. Gott fyrir okkar stúlkur. Þá koma Stjörnu. Kemur Stjarnan. Þá er boltin hérna vinstra megin. Írun hérna. Nei, kemur sendingun ekki áfram. Það er vinna þetta. Fermissan. Svona smá skjálfti í leikmönnum. Svona fyrstu mínúturnar. Auðvitað mikið í húfi. Auðvitað mikil press á rússneska liðun að fara áfram á þessari viðureign. Á pappírum eiga þær að vera betri. En Stjörnustrákarnir sýndu það nú svo sannarlega í Evrópudeildinni að hún breytir ekki máli hvað stendur á pappírunum. Þetta eru bara pappírar. Alveg eftir að rífa þá. Þeir sló út nokkra mjög svo sterka andstæðinga frá Skotlandi meðal annars og fleiri og svo auðvitað enduðu þeir að spila við Inter. Boltinn hérna tilbaka á Söndru. Sandra kemur hérna áfram. Þetta er ágæti sending en má ekki láta boltan skoppa hérna. Spýtist hérna með fram gerfugrasinu. Það er blautt. Búið að vökva völlin vel í dag. Fín móttaka hérna. Skemmtilega að fara með boltan hjá Abashenko. Það var Tjenko frá Kamerún. Missar hann aðeins á honum en það er halda honum hins vegar. Andrusjak þarna í baráttunni en Stjörnustúlkur gef ekki tommu eftir.
Nei, misefni móttaka hérna og hér það frá Fílabeinsstrautinu, hún nautsterk. Sjáuði hérna fyrsta markið. Það verður að passa þessa Jose Nahi sem baneitruð. Hún skora mörk eins og að drekka vatn. Þessi frábæri leikmaður Jose Nahi refsar Stjörnustúlku mistök hérna í vörninni og hún kemur Svetsa 2005 í 1-0 forystu á 50 mínútu. Við sjáum að sá nú ekki hver hrundi þarna af henni en gríðarlegur styrkur, líkamlegur, hún fljót. Það þarf að hafa góðar gætur á henni og rétt rúmlega það. Hún gæti orðið erfiður ljár í þúfu fyrir Stjörnuna í kvöld en já, hún byrjar að minnstakosti á að vera erfið fyrir okkur. 1-0. Já, þetta var ekki byrjunin sem að Stjarnan vonaðist eftir. Sjá markið hérna betur á eftir, en hér koma Stjörnustúlkur, ná þær að snúa þessu og svara fyrir þetta. Hér einhver smá vandræðagangur í vörninni, en Elena Suslova nær að setja þetta í Stjörnuleikmann. Sjáum þetta markið, misheppnuð snerting hérna hjá Írunni og sjáum síðan hérna. Þetta náttúrulega alveg svakalegt. Hún prjónar sér bara í gegn Jose Nahi og það má segja Glódís Perla greið. Hún á bara ekki möguleika í styrkinn á Nahi sem að klára þetta nokkuð auðveldlega og örugglega fram hjá Söndru sem að var auðvitað varnarlaus. Splæsir í dans, veit ekki alveg með hann. Þá bara svara þessu. Hér það Sigrún Ella, þetta gerir hún vel, komin hérna upp að endamörkum. Sigrún heldur áfram en missir síðan boltann aftur fyrir. Ágætis sprettur hjá Sigrúnu Ellu Einarsdóttur. Reynslumikill dómari sem dæmi leikinn í dag, Ester Stábli. Hún gríðarlegur aðdáandi af ostagerð. Þegar hún ekki að dæma, þá hún mikið búið til osta, enda frá Sviss. Hún búin að dæma fjölmarga leiki í Evrópukeppninni. Meðal annars mikið að dæma í landsleikjum kvenna, dæmt á stórmótum og annar staðar. Þetta erfið sending hérna upp öll inn og þetta aftur fyrir endamörk og markspyrna frá marki Svetsa. Já, rétt 7,5 mínúta liðin og eina markið á 50 mínútu og það var baneitrað Jose Nahi sem að gerði það númer 25 og Stjörnustúlkur vita hvers hún megnug. Sjáum hérna tekur vel við boltanum, færir hann hérna yfir til hægri og missa af þeim hérna og hér boltinn upp að endamörkum og þetta hættulegt og hér mistök í vörn Stjörnunar, eitthvað misskilningur hérna. Ásgerður Stefanía vantaði hérna samskipti en þær komast upp með þetta í þetta skiptið en þær þurfa að vera vakandi. Þetta má alls ekki hérna í tegnum. Já, þarna sluppu Stjörnustúlkur svo sannarlega með skrekkinn og enn hún að minna á sig frá Fílabeinsströndinni. Þessi sending hins vegar fín. Það að segja fyrir Stjörnuna. Með þetta. Hann að vinna boltan, tapa hann hérna svo ítalska Marta Karisimi. Nahi setur hann á Tjenko sem setur hann í fyrsta hérna upp hægra megin og hún nær þessu. Boychenko. Þá leggur hún að stað Boychenko og kemur sendinguna með framjörðinni en það leysa úr þessu. Nei, það gengur illa að koma boltanum í burtu á Tjenko en þessi sending ekki góð hjá henni. Þá fer boltinn alla leið á Sigrúnu Ellu. Takt hana bara á. Sigrún kemur hann á völlinn. Já, með fína sendingu hérna áfram. Nei, aðeins og laus kannski. Hugmyndin góð. Sigrún virkar spræk hérna. Þá það
Boychenko, hún tapar boltanum, góðu varnarleikur hjá Hörpu Þorsteinsdóttur, hún ekki bara í að skora mörkin, getur líka varist. Já, Sigrún Ella. Já, hún geysist hérna upp hægri vænginn. Setur hann hérna yfir á vinstri. Já, sjáum skemmtilega gert þarna hjá Mörtu Karisimi, dró sig þarna út, ætlaði að fá boltan en Sigrún kom honum ekki á hana. Ágætis snúningur hérna, sendingin í áttateiknum en það hreinsað þessi í burtu. Boltinn ákveðlega á Sahi og sjáu þið hvað hún sterk. Hún heldur þeim bara frá sér. Þetta ekki eðlilegt. Hún geysist hérna upp en hugsanlega búin að missa boltan eða nei. Heldur hún inni. Hósi Nahi. Já, vonandi hún þreytist bara við þetta. Guðanabænum. Já, Stjarnan. Nei, missa boltan út fyrir. Já, rúma 10 mínútur liðnar og það ekki hægt að segja annað en að þessi fórusta sé verðskulduð. Þetta innkast eins og langt frá því að vera gott. Ásgerður tekur boltan, kemur með hann tilbaka. Já, sendingin frá Glódísi hérna allalega upp völlin en það verjast þessu. Orlova gerir það. Það eru nokkri stuðningsmenn frá Svetsa í Rússlandi. Einhverju fjölskyldumeðlimir, nú ekki margir en þeir láta þó í sér heyra. Já, Harpa nær ekki að snúa með boltan. Boltinn tilbaka á Kristrúnu sem kemur honum á Ásgerði. Hún tilbaka. Já, fyrir boltinn alltaf leið á Söndru. Sækjan. Boychenko gerir þetta skemmtilega og þá kemur Boychenko sér inn á völlin og setur Nahi í gegn eða hvað. Hún ennþá með boltan Nahi, hún stórhættuleg, þetta annað markið 2-0. Hósi Nahi með sitt annað mark í leiknum á 12. mínútu. Þetta gæti orðið langt kvöld fyrir Stjörnustúlkur. En ég mæli eindregið með því að þessi Pissiglas eftir leikslok, hún ekkert eðlilega góð í fótbolta. Hósi Nahi, gríðarlega sterk, öflug með boltan og hann megi auðvitað ekki vera hræddar við hana. Þeir verða að passa sig á því, auðvitað, megi ekki gefa henni þennan tíma á boltanum. Þeir verða að æða út í hana, má ekki fá tíma til þess að snúa á boltanum, þá voðinn vís. Eins og Stjörnustúlkur hafa fengið að kynnast í tvígang. En Stjarnan 0, Svetsa 2005, 2. Sjá markið hérna, Boychenko. Missir hérna aðeins að boltanum. Og Glódís reynir að verjast henni. Hún bara getur það ekki. Setur hann síðan með vinstri, fram hjá Söndru. Já, ekki góð byrjun fyrir Stjörnustúlkur. Það búin að fá þessi 2 mörk núna. Yfirburða lið í Íslandsmótinu, Stjarnan, en það má ekki gleyma því að þetta ógnarsterkur andstæðingur, atvinnumannadeild í Rússlandi að sjálfsögðu. Það mikill metnaður lagður í þetta Svetsalið. Já, Harpa skilur hann hérna eftir en einhver misskilningur hérna. Hugmyndin svo sem alveg í lagi og Hörpu en þetta svona eins og bara samskiptin. Kripakova með viðsefnaða sendingu frá Ásgerðum. Spurning hvort að Stjörnustúlkur geti reynt að gera sér mat úr þessu en skotið frá Ásgerði svona í bjartari kantinum. Já, Boychenko kemur langt niður á völlin til þess að sækja boltan. Hún fyrir framan vörnina og hún á að sjá að dreifa honum en hér eru mistök í vörn Svetsa. Þá það Harpa. Harpa rennur með boltan, óheppin hérna. Þá það Boychenko en flottur varnarleikur hérna. Hjá Kristrúnu, hún heldur áfram. Góð barátta hjá Kristrúnu Kristjánsdóttur. Það að leggja allt í sölurnar, því ekkert annað.
Írunn og Kristrún leika þarna vinstra megin. Anna María og Sigrún Ella þarna hægra megin. Og hér kemur Nahi. Það fer kaldur hrollur mig þegar hún fær boltan að minnstakosti. Veit ekki með ykkur áhorfendur góðir. Leggur hann hérna út og svo það skotið en þetta yfirmarkið. Já, rífum okkur bara upp, hárrétt. Svo sem sagði þetta inn á vellinum. Það þýðir ekkert annað. En það er ekki hægt að segja annað en að Svetsa sé komið í frábæra stöðu strax eftir korter að leiknum. Sandra kemur þessu vantarlega hérna langt fram völlinn. Nei, smá mistök hjá Sigrún Ellu, ætla að setja hann tilbaka en kiksa aðeins á honum, innkastið eiga gestirnir, Súslóa fyrirliðin tekur það. Bachenko á boltinn tilbaka á markvörðinn Samson. Flestar af þessum leikmönnum leika eða ellu heldur eru rússneskar. Einn frá Kamerún þarna og svo auðvitað Nahi þarna hjá Fílabeinsströndinni. Svo þetta Úkraína, mestmegnis Rússland og Úkraína. Hér er eitthvað smá misskilningur, Harpa ætlaði að leggja hann til hliðar vinstra megin en enginn samherji þarna. Kom þarna seinna meir Írunn Þorbjörg. Já, vinnur þarna skallaboltan í vörðinu Anna Björk en enginn samherji, þá Radchenko en hún er svolítið að missa boltan í upphafi leiks. Virkar hálf óörugg þarna. Hún að nýta okkur þetta. Já, sendingin hérna en þetta er vel lesið þarna úr vörninni en þetta má ekki, alls ekki. Það var vel gert hjá Önnu Björk sem að vann boltan en tapa honum síðan aftur og það má ekki tapa honum á þessu svæði. Það nýta þær rússnesku sér alveg til hins ítrasta. Síðan er brotið á Aja Andrusjak. Já, kemur fyrirliðin Elena Súslóa á vettvang. Hún ætlar að spyrna þessu. Hún að taka skotið, já, kemur hérna og þetta ekki svo galið. En yfirmarkið Sandra vann nú með þetta allan tíman en já, það er alveg hægt að reyna þetta. Já, Stjörnustúlkur ekki alveg náða að skapa sér margt tækifæri enn sem komið er. Það eru gríðarlega hættulegar rússnesku þegar að komast fram völlin og sérstaklega þessi hérna Nahi gerir þetta vel. Já, boltinn hátt í loft upp og þetta er skalla frá af Kristrúnu. Já, Sigrún Ella tilbaka. Anna María. Innkastið á Stjarnan. Hér hættuleg sending, þetta má ekki en þetta er vel gert hjá Önnu Björk, bjargar þessu en henni var ekki gerð neitt greiði með þessari sendingu. Þessi sending hérna frá Kristrúnu, ónákvæm. Já, koma þær rússnesku en Stjarnan vinnur boltan. Voruð Elva ekki mikið verið í boltanum hérna þessar fyrstu 80 mínútur. Þá er hún að draga sig hérna út til vinstri. Nahi, Hósi Nahi. Hún býður eftir samherjum, kemur með sendinguna hérna á tegin. Þetta er ágætisbolti en vel gert hjá Önnu Björk sem að vinna skallan og boltinn síðan í fangið á Söndru. Boltinn skoppar hérna á grassinu og nei, Harpa má ekki við marknum þarna. Það var Radchenko. Þá sendingin hérna og Bojchenko hérna hægra megin. Hún fer hérna alla leið en Anna Björk sterk, glæsilega gert hjá Önnu Björk Kristjánsdóttur. Gott body check hérna. Hún var ekki að fara nokkuð skapaðan hlut, Bojchenko, nema út fyrir. En aftur fyrir öllu heldur.
Já, brotið á Boychenko þarna, það er ekki spurning hvort að fyrsta gula spjaldi sé að fara hér á loft eða hvað. Fyrir sleppa við þetta, Kristrún Kristjánsdóttir fær tiltal. Boychenko kom þarna inn á völlinn og Kristrún braut á henni. Aukaspyrna á fínum stað og henni er það fyrirliðin, hún getur alveg sparkað í bolta þessi Elena Suslova. Já, sú svissneska kallar vegginn aftar á völlinn, Ester Staubli. Tvær í vegg hjá Stjörnunni. Spurning hvort hún ætlar að láta vaða aftur Elena Suslova, eða hvort að sendingin komi núna á teiginn. Hún virðist vera að gera sig líklega til þess að koma með svona útsnúning sem hún gerir. Þetta er fít bolti fyrir markið, það er vinna skallan en hann var misheppnaður, þetta er ekki alveg búið. Og Nahi, hún í fyrsta hérna í áttina á, það er Haldunum hérna en Ásgerður sterk. Boltinn síðan hérna út og skotið, þetta verður Sandra. Skotið frá varnarmanninum Valentínu Orlova. Boltinn hérna yfir og spurning hvort að Stjörnustúlk geti ekki nýtt sér þetta. Þarna mátti hún vera örlítið rólegri á boltanum. Írunn Þorbjörg hafði nægan tíma en kom með sendinguna eiginlega of snemma en Stjörnustúlkur hins vegar halda boltanum. Nei, fer ekki fram hjá fyrirliðanum. Sigrún Ella Einarsdóttir fer ekki fram hjá Suslova. Rússnesku Haldunum hérna ágætlega en getist pressa hjá Stjörnunni hins vegar. Eða það er ekki innkast eða hvað? Nei. En halda þessari pressa áfram. Já. Ylva Friðjón sem þarf að koma sér aðeins meira í boltan. Já, hér er Elva, kemur hún á Sigrúnu, hún í fyrsta hérna, nær Elva að taka við honum, sjáu þið þessa tæklingu hjá Tjenko á miðunni, Mefometo-Tjenko, þetta er akkurat hlutverki sem hún er hvað best í, það er að hreinsa upp eftir liðsfélaga sín.